Það er búið að verða líf á jörðinni mjög lengi, einhverja 3 milljarða ára eða svo. Fyrstu lífverurnar voru líklega bakteríur, mjög einfaldar lífverur sem voru bara ein frumamuniði, en þær fóru að mynda kúlur og mynda stærri, fyrst flóknari frumur og svo saman flóknari lífverur og þannig þróuðust á endanum dýr og plöntur sem við þekkjum í dag. Þetta tók mjög langan tíma. Dýr og plöntur verði ekki til fyrir en bara 400-500 milljónum ára. Það var þróast alls konar lífverur á þessum tíma. Sumar þeirra ekki til lengur, eru útdauðar. Eins og til dæmis risaeðlurnar. Þær voru dóu út fyrir 65 milljónum ára og voru til margar tegundir og margir hópar af alls konar risaeðlum. En af því að það klesti loftstjarna á jörðina, þá breyttist loftslagið og þær náðu ekki að bregðast við breyttu loftslagi og dóu þess vegna út. En á undan risaeðlunum, þá var mikið á svona dýrum, þetta eru þríbrotar. Lifðu í sjónum, en þeir dóu líka út. Stundum eins og þegar loftstjarnan klesti á jörðina fyrir 65 milljónum ára og þó dóu allar risaeðlurnar út. Þetta er það sem við kallum fjöldaaldauði eða fjöldaútdauði. Þegar margar tegundir deyja út á einhverju tímabili. Þessi tímabil geta samt verið nokkur hundruð, jafnvel nokkur þúsund ár eða jafnvel meira. Við tölum að sumar dýrategundir í dag séu í útrýmingarhættu, en þá er svo lítið eftir af þeim að það er hætt við því að það deyja út. Og við þurfum að passa okkur að passa upp á þessi dýr. Það eru til mörg dæmi dýr sem eru í útrýmingarhættu, en það er misjafnt hvað þau eru í mikilli útrýmingarhættu. Kóalabirnir til dæmis eru í útrýmingarhættu og það er aðalega vegna þess að það er verið að skemma svæðin þar sem þeir búa. Höggva niður trén sem þeir lifi til þess að rækta eitthvað mat fyrir menn eða dýr. Þannig að við þurfum að passa, og líka á Íslandi, þurfum að passa að vera ekki að skemma búsvæði dýra eða veiða dýr sem eru í útrýmingarhættu. Þróunartré sem geta litið til dæmis svona út eða svona, þau eru misflókin. Þau sýna okkur hvernig og hvenar lífverur voru til og hvenar og hvernig þær þróuðust í sundur. Hérna sjáum við til dæmis eru þróunartréð okkar mannana og þetta er svona einfölduð útgáfa af því að menn þróuðust út frá einhverjum sameiginlegum forföður sem lifði fyrir einhverjum milljónum ára. Simpansar og dvergsimpansar eða bonobóar, þeir eiga sama forföður. Það er ekki þannig að við þróuðumst af simpansum eða dvergsimpansum, heldur þróuðust þessar 3 tegundir af sameiginlegum forföður í einhver apategund sem var til fyrir mörgum milljónum ára en er ekki til lengur. En við sjáum alveg beinagrindur af þessum dýrum og þess vegna vitum við þetta. Við sjáum líka að það er ekki tímaskali á þessu þróunartréi en það er það stundum og þá sjáum við hvað er langt síðan. Og svo sjáum við aðra apa hérna fyrir neðan og hérna sjáum við annað þróunartré sem að sýnir í raun spendýr, fugla, skriðdýr, frostdýr, fiska og þið sjáum sumt er bara útdautt því að þetta er í raun tímaskalinn hér. Þetta er fyrir 65 milljónum ára þessi lína hér, þessi hérna fyrir cirka 250 milljónum ára. Þannig að þið sjáu þetta dýrin verða til fyrir cirka 400-500 milljónum ára. Allar lífverur eru með 2 nöfn, þetta er svo kallað tvínafnakerfi og þessi nöfn er á latínu. Latína er tungumál sem var talað í gamla daga á ákveðnu svæðum á Ítalíu og Grikklandi en er eiginlega ekkert notuð lengur nema í einhverju svona fræðimáli. Okkar tegundana, þessi 2 nöfn sem við maðurinn eru með, er Homo sapiens. Homo er ættkvíslarheitið okkar, sapiens er svona tegundir eða einkennisheiti. Ljón er til dæmis Panthera leo. Og allar lífverur, öll dýr, allar plöntur eru með eitthvað svona nafn. Og við flokkum lífverur í ríki, í fylkingu, í flokk, ættbálk, ættkvísl og tegund. Og ég veit að þetta er alveg svolítið flókið, en við skulum skoða þess hvernig við flokkumst, við mennirnir hérna. Við erum í dýraríkinu.
það til dýraríki, plönturíki, svepparíki og svo 2 ríki viðbót frumveru og bakteríuríki sem eru lífverur sem við sjáum ekki með berum augum. Við erum seildýr eða hryggdýr, það næstum við það sama. Svo erum við spendýr, við erum fremdardýr, það sem þýðir að við erum apar og við erum mannapar ásamt stóru mannaparnir eru við simpansar, górillur og orangútan. Svo eru þetta minni mannapar sem eru gibbónar og svo erum við ættkvíslinni menn og eina tegundin af mönnum sem lifandi í dag. Við erum hinn vitiborni maður, Homo sapiens. Tígrisdýr hins vegar líka í dýraríkinu, líka seldýr eða hryggdýr, líka spendýr, en sjáðu, hérna allt eins hingað niður, hér þetta ekki eins. Við erum fremdardýr eða prímati á meðan að tígrisdýrið rándýr. Svo skiptast þau í kattardýr, stórketti og tígrisdýr Panthera tigris. Og þið sjáðu, stórkettir, ljón líka af ættkvísl stórkatta. Þannig að það var Panthera leo hjá ljóni en Panthera tigris hjá tígrisdýrin. Þannig að það sama ættkvíslin, enda eru ljón og tígrisdýr mjög skyld. Síðan hérna ekkert eins. Plönturíki, dulfræfingur, tvíkímblöðungur, sóleyjarættbálkur, sóleyjaætt, sóleyjar og brennisóley. Brennisóley sem sagt gula blómi sem við sjáum oft út á túni hjá okkur. Líka fíflarðar, en þið sjáu hvernig blóm sóleyin og hún heitir í raun brennisóley, ekki bara sóley.